Utanríkisráðherra hóf ferð sína í Mangotsi héraði í menningarmiðstöðinni í Monkey Bay á því svæði sem þróunarsamvinna Íslands og Malaví hófst fyrir 3 áratugum. Hér heilsar Guðlaugur Þór héraðsstjóranum Moses Simpeppo og forseta héraðsstjórnarinnar Twaha Salanie. Íslendingar reistu miðstöðina sem hluta af fullorðinafræðsluverkefnum sem nutu stuðnings Íslendinga í upphafi aldarinnar. Í miðstöðinni vinsæll fundarsalur sem leiður út til félagasamtaka, höfðingja og trúarhópa og hér stillir utanríkisráðherra sér upp með höfðingjanum í Nankumba og með nýráðnum lögreglustjóra héraðsins sem átti eftir að fylgja okkur sem skuggi alla ferðina. Í byggingunni einnig útibú frá Landsbókasafni Malaví en margvísleg önnur starfsemi í húsinu sem stendur fyllilega undir nafni sem menningarmiðstöð. Nice place. They say it's a quiet place. We have a lot of shade, trees and the like, so they like to come here. Annar viðkomustaður utanríkisráðherra í Monkey Bay sveitasjúkrahúsið sem Íslendingar afhentu stjórnvöldum í Malaví árið 2012 eftir áratugalanga uppbyggingu. Á sínum tíma var sjúkrahúsið langstærsta einstaka verkefni í íslenskri þróunarsamvinnu. Á sjúkrahúsinu göngudeild, skurðdeild og fæðingadeild, röntgendeild og tannlæknastofa. Monkey Bay sjúkrahúsið hefur haft mikil áhrif við að draga úr bæði mæðra- og barnadauða, auk þess að bæta almenna lýðheilsu. Utanríkisráðherra var til dæmis sagt frá því að fyrrverandi héraðslæknir teldi að vegna sjúkrahússins lifðu 200 fleiri mæður af fæðingu árlega. Sjúkrahúsið í Monkey Bay í fullum rekstri og þjónar samfélögum rúmlega 100.000 íbúa á svæðinu. Á fæðingadeildinni koma að jafnaði 10 börn í heiminn dag hvern. Starfsmenn 120. Líkt á hvarvetna annar staðar í Malaví þurfa gestir að kvitta fyrir komuna með nafni sínu í þar til gerða gestabók og ráðherra þurfti aukinn heldur víða að halda stutt ávarp. Back home, I know that the Icelandic people will be very pleased and proud to hear what you have achieved. Það kominn nýr dagur og hann hefst á skrifstofu Moses héraðsstjóra sem sýnir Guðlaugi kort af héraðinu og hvar verkefnin unnin. Síðan liggur leiðin frá héraðshöfuðstaðnum út í sveitir. Fyrir fáeinum árum voru aðeins 4 nothæfar kennslustofur í Milimbo grunnskólanum og flestu nemendunum að kennt undir trjám á skólalóðinni. Nú eru aðstæðurnar aðrar og betri, allir nemendur skólans komnir undir þak, 18 kennslustofur komnar í gagnið, námsárangurinn betri og brottfall nemenda hefur nánast horfið, farið úr 20% í tæplega 2%. Skýringin á þessum umskiptum í Milimbo skólanum stuðningur héraðsyfirvalda í Mangotsi við skólan gegnum íslenska þróunarsamvinnu. Menntun einn lykilþátta í samstarfi Íslendinga og héraðsstjórnarinnar. 12 grunnskólar fá sérstakan stuðning og Milimbo skólinn einn þeirra. This much, there's a fraction to this much, so they are writing it like, yeah. Our country, a land so full of pledge, forest, river, breathe. Stuðningurinn við skólan ekki aðeins til ytri búnaðar eins og byggingu skólastofa, kaupa á skólaborðum og stólum og að bæta salernistaaðstöðu, heldur einnig til þjálfunar kennara og kaupa á námsbókum. Þá fá nemendur skólans máltíð á hverjum degi, en Íslendingar hafa langt árabil stutt heimaræktaðar skólamáltíðir. Mæður barnanna sjá þá þjónustu í sjálfboðaliðastarfi og elda maísgraut fyrir börnin sem þau fá áður en skólastarfið hefst á hverjum morgni.
And the products come from this area? Yes, all the food items are supposed to be bought within this area. Í lok hverrar vettvangsheimsóknar gróðursetti ráðherra og eiginkona hans tré og fyrstu sprotarnir eiga eftir að skjóta rótum á lóð Milimbo skólans. So far, we haven't seen them yet. We have to get the journey for us. No one can take the education away from you. Ráðherra færði nemendum skólans fótbolta að gjöf, en það var líka farið fram á að hann sýndi leikni sína með knottinn. Þetta hefur verið mikil upplifun, alveg sérstaklega mikil upplifun og það er ánægilegt að sjá árangur. Það sem ég finnst vera ánægilegt er að við erum að tala að þetta er samvinna á milli svæðisstjórnarinnar og þróunarsamvinnunnar. Við erum ekki að segja þeim hvað á að gera, þetta er samvinna um það hvaða verkefni að fara í. Hér erum við búin að vera að byggja skóla og heilsugæslu og annað slíkt. Það sem mér finnst vera virkilega metnaðarfullt og gera verkum að manni líður vel með þetta starf. Þannig að þeir koma og sýna okkur svart og hvítu fyrir árangurinn og árangurinn er gríðarlegur. Þessu næst heimsótti utanríkisráðherra glænýja fæðingadeild í Katangó, skammt frá skólanum. Þar er líka nýbyggt biðskýli fyrir verðandi mæður langt að komnar og starfsmannahús auk almennrar heilsugæslustöðvar. Fæðingadeildin í Katangó er ein af 9 slíkum fæðingadeildum í sveitum Mangotsi sem hafa verið reistar á síðustu misserum. 6 þeirra hafa þegar verið teknar í notkun en 3 verða opnaðar síðar á árinu. Malaví er meðal þeirra þjóða í Afríku sem náð hefur einna lengst í lækkun mæðra og ungbarnadauða og þáttur Íslendinga í þeim árangri er óumdeildur að mati heimamanna. Á fáeinum árum hefur til dæmis tekist að útrýma mestu fæðingum út í sveitunum með ómenntuðum yfirsetukonum og þorri barnshafandi kvenna sækir nú öruggari þjónustu á fæðingadeildirnar. So how deep is this? This one is 49 meters. 49, it's dug by hand. No. Í grennd við heilsugæslustöðina skoðaði Guðlaugur Þór eitt af nokkur 100 vatnsbólum sem reist hafa verið fyrir íslenskt þróunarfé. Rúmlega 300.000 íbúar Malaví hafa fengið aðgang að hreinu neysluvatni í grennd við heimili sín frá því Íslendingar hófu þróunarsamvinnu í Malaví fyrir 3 áratugum. Deginum lauk með hefðbundnum ræðuhöldum og þakklætiskveðjum til Íslendinga fyrir framlög sín til að bæta lífskjör fólks í sveitum Malaví. Ja, það er mjög áhugavert að koma hérna. Í fyrsta lagi þá er maður að hitta fólk sem er mjög þakklátt fyrir hluti sem okkur finnst vera fullkomlega sjálfsagðir og fullkomlega sjálfsagðir mjög langt tíma. Og síðan líka eins og þegar við vorum að skoða skólana að hér er augljóslega góðan árangur að ræða af samstarfi okkar hér í Malaví og aftur er það þessi íslenska leið að vinna með héraðsstjórnum og vinna með fólkinu á svæðinu að það virðist bera mjög góðan árangur og afskaplega gaman að finna bæði að sjá árangurinn og sömuleiðis að finna þakklæti fólksins.
Á þriðja og síðasta degi heimsóknar utanríkisráðherra til Mangótsi var komið að einum hápunktinum, formlegri opnun fæðingadeildar í höfuðstaðnum Mangótsi bænum. Opnunarathöfnin fór fram fyrir utan nýju húsakynnina viðstöddu Matupeli Mulusi, heilbrigðisráðherra Malaví. Ráðherrarnir afhjúpuðu þessu næst fagurlega gerða skildi með áletrunum þátt þeirra við opnun fæðingadeildarinnar. Að því búnu klipptu ráðherrarnir grænan og rauðan borða í fánalitu Malaví til marks að fæðingadeildin væri formlega tekin til starfa. Thank you very much for your support. Thank you very much. Thank you very much. Henry Chibova, héraðsyfirlæknir, bauð ráðherrunum og fylgdarlið í stofugang og sagði frá þeim framförum sem fæðingadeildin hefði í för með sér. Bygging hennar hefur verið stærsta einstaka verkefni í þróunarsamvinnu íslenskra stjórnvalda og héraðsstjórnarinnar í Mangótsi á síðustu árum. Kostnaðurinn við bygginguna ásamt tækjabúnaði nemur 250 milljónum íslenskra króna en deildin leysir af hólmi hrörlega og löngu sem gegna fæðingadeild við héraðssjúkrahúsið. Á nýju fæðingadeildinni verður veitt öll almenn fæðingarhjálp. Þar eru meðal annars gerðir keisaraskurðir og sérstök deild þar fyrir fyrirbura. Reiknað með á árinu fæðist þar 12.000 börn eða 4 sinnum fleiri en öllu Íslandi. Honorable Matupeli Mulusi MP, Honorable Godla Todason, we celebrate the opening of the maternity wing. The construction of these facilities was funded by the Icelandic government, and therefore it gives me great pleasure to visit Malawi on this occasion. Ánægjulegur dagur og það afskaplega vel tekið á móti okkur. Það líka gaman að heyra að svo leið sem Íslendingar hafa farið í samstarfi við fólki í héraðinu og Malaví, að það eitthvað sem eftir tekið. Það byggir á samstarfi, það byggir á því að heimamenn koma að ákvörðunum hvernig að forgangsaða og hvernig að gera hlutina, og ég held að það sé engin vafi að það langbesta leið. Og þetta merkileg samstarf, búin að vera í 30 ár, við sjáum árangurinn sem afskaplega mikilvægur, en það mikið verk óunnið og þess vegna viljum við vinna áfram með fólkinu í Malaví að þeim verkefnum sem framöndan eru. Við höfum oft heyrt gagnrýni á þróunaraðstoð, ég held að eina gagnrýni sé sem
er réttmætt það að menn eru að gera einhverjum hluti sem ekki við á viðkomandi stöðum. Og besta leiðin til þess að ná árangri og það er að vinna þetta með þeim aðeins sem best þekkja. Og þegar við erum að tala hluti eins og heilbrigðisþjónustu, menntakerfi, vatnsból og annars það er ekki frekar rökrétt að þeir aðeins sem að þekkja best til og vita best hvernig að nálgast þau verkefni þegar við heimamenn.